snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. All the world is waiting for you and the wonders that you do. In your satin tights, fighting for our rights and the all red, white and blue. Wonder Woman, Wonder Woman. All of us are counting on you. Já, við erum velkomin í Bíóbílinn. Við fórum á Wonder Woman, á íslensku betur þekkt sem undrakonan sem gerir undrarlega hluti og já, réttar sagt undarlega hluti, en það Arnór, Heimir og Knútur þarna aftur í. Ástæðan fyrir því að Knútur þarna aftur í að hann pínu svona, já, Sick. Já, hann bara Geðbilaður, veikur, klikkaður. Veikur á bæði andlega og líkamlega. Já, hann vil eitthvað sem á sig. En svona stutt útgáfan af því hvað ykkur finnst myndina, ég veit ekki alveg hvað maður á að segja. En ég hendi boltarum til annarkvort ykkar. Söguþráður Wonder Woman að sparki í rassa. Svo þetta DC-mynd sem að útskýr meira heldur en við þurfum ekki að lýsa þetta meira, þetta DC-mynd. Og ef þið hafið farið á DC-myndaðu þá vitið eiginlega dálítið hverju má vænta. Þetta svona þessi típisku ofurhetjumynd, við viljum ekki endilega fara út í svona söguþráð, þá það mjög auðvelt að fara að spilla ykkur, þú veist, hver hvað og hvað að gerast og... Þetta basically, þetta mynd Wonder Woman sem einn þekktasti DC-karakterinn á ofurhetjan. Og myndin á að gerast í fyrir heimsstyrjöldinni. Chris Pine leikur Steve Trevor sem njósnari fyrir bresku leyniþjónustuna. Hvort það var bresk leyniþjónusta þá, við vitum það ekki. En skiptir máli. Já, hann rekst á heimaeyju Amazon-meyjana sem Diana hluti af, hún fæðast á þessa eyju og elst upp með þessum konum. Það mjög mikið af svona furðulegum nöfnum, þannig að við ætlum ekki að fara að reyna að apa þau hérna eftir. Nei, við myndum bara algjörlega myrða þessum nöfn. En síðan Diana dálítið dregin af eyjunni til þess að reyna að stoppa stríð og finna svona aðal vondargaurin. Það kannski betur útskýrt í myndinni, en þessi vondigæinn einmitt líka stór svona hluti af DC-heiminum. Leikstjórinn Patty Jenkins, það sem átti að vera rosa merkilegt við þessa mynd að hún kona, leikstjórinn sem sagt. Og hluti mynd? Ég fór á Nexus forsýninguna og ég man að sú sem var svona að tala við allan salinn sagði að það sem væri merkilegt við þessa mynd var einmitt að leikstjórinn kona og aðalhlutverkið kona og budgetið, kostnaðaráætlunin kona. Yfir 100 milljónir dollara og það eitthvað rosa, þú veist, svona stórt skref áfram eða ég veit ekki, en þú veist, hvað varst ykkur myndina? Það sem þú ert að nefna, þetta svona stórt skref áfram en þetta líka svona eitthvað sem notað í auglýsingar til þess að selja og þetta svona eitthvað sem notað til þess að við getum sagt að þetta myndi sem gerði þetta myndi sem var með fyrsta eða svona kvenleikstjóran í þessu apparati og svo framvegis. Þetta fyrsta Wonder Woman myndin. Já. Oft litið fyrir mig því að þetta fyrsta Wonder Woman mynd aldrei gert Wonder Woman mynd. Það var þáttaröð á 7. áratugnum minnum mig. Og það einhver að keyra fram hér. Það svo gerist. Minnir að hún hafi heitið Linda Carter sem að lék konuna það. Mjög frægur bandaríski þættir og
þetta er aldrei það sem gerði Wonder Woman held ég að svona bandarísku svona kventákni. Já. Já. Ég held að persónan sé alveg 75 ára gömul. Já, Þannig að- þetta er alveg fyndið út að þú veist, bæði Superman og Wonder Woman að vera svona bandarísk tákn, en þau bæði ekki bandarísk. Já, leikur, já. Kal-El geimur og hún Amazon-geimur, það já, er svona fyndið að þau eru bandarísk. Þau halda því bandarísk skildi, það er það sem skiptir máli. Og það sparkir á það. Skýtt með þessa útlendinga. Immigrants! Já. En nei, þetta fyndið þegar við varum að kaupa með hann og tók eftir á skjánum frá ofan miðasöluna. Þetta er túlkað, þetta er svona flokka sem ævintýramynd og hasamynd, en 50% af myndinni er frá eiginlega bull. Já, það er Ég verð að segja það. gott að taka það fram að stór hluta myndin er rosalega pínlegur. Já, En ég meina þetta, þú veist, þú færð ódýran hlátur svo sem úr ákveðnum augnablikum og allt Já. það. hefur mikið með svona kynfæri að gera. Já. Við erum, samkvæmt myndinni þá eru kallmenn ónauðsynlegir til að fylla konum. Við erum bara gangandi eist, Já. það er eins og við erum. Heiða, þú veist, kvikmyndatakan er mjög flott og solid, þú veist, leikurinn hjá Gal Gadot finnst mér góður. Já. Mér finnst hún vera bara eitt af besta viðmyndina, Chris Pine líka mjög góður, þau vinna mjög vel saman. Þú veist, Það er eitt skoska leikur og Trainspotting sem að leik Já. hérna myndin líka, ég man ekki hvað hann hétt. Nei, ég man ekki heldur út, það er einhvern veginn, En hann það var, er sagt einu sinni og svo er aldrei sagt já, það. mér finnst einhvern veginn viðbröðum við myndinni óeðlilega jákvæð fyrst þegar hún kom. Það voru margir alveg, þú veist, Wonder Woman, hún er æðisleg, hún er frábær og alveg vonum framar og bla 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 og ég er pínu smeykur að ástæðan fyrir að fólk segja þetta er út af staðreyndinni sem við nefndum áðan, að það er kona sem leikstýrir og það er kona í aðalhlutverki og þú veist, að leikstýra mynd, kona sem að leikstýra mynd sem er budget yfir $100 milljónir og það er svona stór skrif áfram og það er svona, þetta er leiðilegt að segja það og þú veist, maður hljómar eins og svona neikvæðni gæinn þegar maður segir þetta en því miður þá grunar mig að það sé ástæðan fyrir öllum þessum jákvæðu dómum. Það er ekki, fólk er ekki að trýta þessa mynd alveg eins og allar aðrar ofurhetjumyndir bara, basically, alveg óháð því hvort það er kona eða kall sem er, þú veist, ofurhetjan. Og mér finnst að við eigum að gera það, við eigum að eiga sömu væntingar, mynd sem er kona sem er ofurhetja eða kall, þú veist, það á ekki að vera eitthvað svona... Þetta hefur líka dálítið með það að gera þegar svona mynd, sérstaklega nútildags, þegar myndir koma út, þá eru það oftast, þau fá oftast jákvæðar umfjöllun en síðan dalar að, þú veist, þetta, fólk áttar sig betur á því hvað, að þú veist, ef búið að melta myndina dálítið, það er búið að þú veist svona, þú veist, við erum að meta svona, þú veist, hvort að myndin sé góð eða ekki eftir nokkra mánuði, þetta er sama gerð sem Star Wars Force Awakens. Ég meina, fólk elskar þessa mynd þegar hún kom út en síðan fá að taka dálítið eftir öllum vandamálu myndarinn. Ég held að það sama eftir að gerast með þessa mynd. Já, ekki samt miskil okkur, við erum ekki að segja beint að þetta sé slæm mynd, hún er bara ekki eins góð og maður hefði kannski vonað, eða svona, hún gæti verið betri einhvern veginn. Hún gæti verið svo miklu betri. Já. Það er ekkert með allt það sem við vorum benda á, það hefur ekkert með það að gera. Þetta hefur með það að gera að samtölum voru klunnaleg. Sagan, eða svona sögu, svona plottið. Já, framvindan og svoleiðis. Hún var ekki nógu vel uppbyggð. Illmennin eru skelvilega léleg, þau eru bara ótrúlega óspennandi og leiðileg og bara svona þau gæti ekki verið minna innihald í þeim einhvern veginn. Uppbyggingin að ídökkinu meika ekki mikið sens og var ekkert alveg að grípa mann, var ekkert alveg, þú veist, svona... Maður er ekkert endilega spenntur að sjá hvernig þetta endaði. Nei, það skiptir ykkur máli. Það skiptir ykkur máli. Við vorum einmitt bara, þú veist, bara ný stignir út úr, þú veist, svona bíósalnum. Við vorum bara ný bakað eftir þessu mynd. Eins og gengur að gerast í þessum þætti. En þessi mynd skildi ekkert eftir. Hún er ennþá leiðilegri í annað skipti sig fyrir Já, annað skipti hún að kjóta hana, þú veist. Ég meina, ok, ég get alveg starrað á Gal Gadot í 2 klukktíma, það er svo sem allt í lagi fyrir mér, en þú veist, bara því miður það þarf meira til að gera góða kvikmynd, skilur þú veist, ég meina, og bæði við sögðum það báðir í hlénum meira sér, og þeir voru að sjá myndin í fyrsta skipti, en við sögðum það í hlýða að það er eins og Gal Gadot eigi betra skilið, eða svona, þú veist, manni finnst þess að hún ætti að vera í betri mynd, leikonan. Hún áægilega betri mynd skil. Sem er furðulegt því ég held hún sé ekkert endilega lærði leikonan en svoleiðis. Hún var fyrirsæta og uppgötaðist þannig. Nei, hún er mjög sjarmerandi. Það er alveg málið. Það sem að mér finnst hún gera vel er að hún ofleikur ekki. Það er svo auðvelt að ofleika og
gerir það að minnsta kosti ekki og hún þarf að gera voða lítið til þess að heilla áhorfendur upp úr skónum en þess að hún bara svona náttúrulega einhvern veginn sjarmerandi en þess að hún hefur þennan eiginleika hún virkar bæði mjög töff en á sama tíma mjög svona feminin og einhvern veginn kvenleg og það rosa sérstakt þegar þú ert með það element sérstaklega fyrir karakter eins og Wonder Woman sem á að vera einmitt badass en samt þetta kona þannig að samt má hún alveg líka vera kvenleg þannig að Sko myndin heitir Wonder Woman en mest alla myndina þá erum við þennan barnslega svona forvitni og hún einhvern veginn ekki þessi Wonder Woman heldur bara svona Wonder Child Já þú gæti alveg heita það þessi mynd Wonder Child Þessi mynd basically eins og Hercules Goes to New York eða eitthvað þannig Þetta svona þessi saga bara 90% minni Arnold Schwarzenegger Þetta er svona sagan þar sem einhver manneskja sem öðru sem hinir komast inn í nýjan heim og svona uppgöta þann heim eins og barn Það er svona túlkuð alveg hegðun hennar sem barn Þetta er bara eins og Pocahontas og Litla hafmeyjan og svona Fish out of water sögur og svona Smá útúrdúr, mér finnst bara svo frábært hvernig fólk getur labbað framhjá en enginn tekur eftir að það eru 3 hálfvitar að horfa í myndavél og tala Öllum alveg saman, það æðislegt, við fáum að vera alveg friði bara Mér þykir það huggandi að fólk sé að geta staga í bíla Það finnst mér En já, þessi mynd frændi minn fór á þessa mynd með mér og bróða mér á Nexus forsýningun og eftir myndina þá sagði hann ég er hættur að fara á DSM-myndir ég hef ekki áhuga að sjá fleiri DSM-myndir ég skil hann fullkomlega Hún er samt svo miklu betri en margar aðra DSM-myndir Já, hún má eiga það Pössum að taka það líka fram Þú hún er til dæmis betri en Batman vs. Superman að mínum mati allavega, persónulega og svona Já, þú veist, Man of Steel meira sér og þessar svona, ég veit það ekki Núna finnst mér hún dálítið að vera svona svipuðu kaliber en hún hafði ekki eins mörg svona stupid moments og hina myndina sem að bjarga henni dálítið en hún var samt alveg klunnaleg Já, talandi bara til að halda áfram með þess þráðans þú ert að segja klunnaleg Tökka dæmi, Guardians of the Galaxy Volume 2 það er sett náungi þar, Wonderkall sem að kalla sig Taserface og það er gert grín að því að hann kallar sig Taserface Rocket Raccoon segja hann Taserface, ég reyna að sjá þig fyrir mér þú veist, kallaði Taserface og í þessari mynd illmenni sem heitir Dr. Poison Dr. Poison, ég var að segja Hún leit í speilin og sagði Dr. Poison þú veist, bara talað klunalegt það mun vera nafnið ég mun kalla saman með það Mamma, ég heiti ekki Guðrún lengur, ég heiti Dr. Eitur En það sem við þurfum líka að muna er að það er verið að búa núna til svakalega stóra kvikmyndir byggðar á teiknimyndasögum sem voru skrifað 1900 og súrkál Já, það er enda Þannig að við getum einhvern veginn ekki Það sem fólk átti sig á því að þessar myndir voru þessi karakter voru alveg 100% öðrt búna til í hausnum á gaur sem var bara nýbúin að reykja eitthvað mjög vafasamt eða taka síru eitthvað þetta er allt úr heimi sko sem að Everything is wonderful I wonder if a woman would be wonderful I would call her Wonder Woman sko það allir beautiful morning Sunshine ef fólk svona rannsakar þess betur svona allar þessar steiktu karakter sem eða svona voru í sama heimi og þessi svona íkonar sem þessar myndir snúast þá á fólk eftir að finna skrýtnustu svona ofurhetjurnar bara svona þið skýr svona Google-leit bara svona weirdest superheroes eitthvað svona Golden Age, Silver Age og þið finnir eitthvað sem að Armful of boy Armful of boy Ég get meira, býði bara að sjá þig Ég get teka hendina upp og sleiða fólki með því en eitthvað Nei, þessar myndir sérstaklega með DC-myndina það er alveg erfitt með að make a sense það er ekkert andað að make a sense en þeir make ekki sense í þeim skilninga að þeir make ekki sense, veitir hvað ég meina? Þetta eru næstum því guðlega verur að berjast við aðrar guðlegar verur en þannig að það er kannski erfitt að tengjast því á eitthvað mannlegan hátt Í myndinni er það ekki, þú veist, útskipt á, þú veist fullkomnan hátt einhvern veginn finnst mér þessi mynd nær ekki einhvern veginn að draga fólk inn í þennan heim eins og kannski í Guardians of the Galaxy 2 því að maður upplifir þennan heim í Guardians 1 í gegnum Peter og hann er mannverðin sem við en þú veist í þessari mynd þá er þetta aðalega
bara, þú veist, það mikið mikið útskýringum bak allt sem að gerist og sagan í þessari mynd hún fjallar meira það að endur uppgötu að mannkynið á mjög slæmanhátt en það er samt kærleikur á bakvið það. Í gegnum eina verstu bara viðbröðum mannkynsögunar fyrir heimsstyrjöldina. Einmitt með það að Wonder Woman sko, hún á þessu eyju náttúrulega og það eru bara konur á þessu eyju svo kynnist hún mannheiminum og það er svona einhvern veginn pointið hjá þeim að því þau voru að tala um þetta barslega sakleysi og allt það, ég skil hvað er að reyna að gera og það sem þeir eru að reyna að gera er að þeir eru að reyna svona tala um eitthvað mennskar hluti sem við gerum út frá hennar sjónarhorni, þú veist, spyrja þessar spurningar sem við spyrjum okkur kannski sjaldan, þú veist, akkur gerum við þessar hluti sem við gerum, þú veist, akkur má enginn syngja í strætó og bla bla eitthvað svona dót til þess að, þetta var í Swiss Army menn, þetta er svona svipuð pæling en þeim texta bara ekki alveg nógu vel upp, finnst mér einhvern veginn, eða svona þú veist, hún eyðir ekki það miklum tíma í svona venjulega heiminum, hún er eiginlega bara dálítið vippuð í stríðið mjög fljótlega, sko. Hún vill bjarga öllum, en hún getur ekki bjarga öllum og það er svona pointið en það er bara ekki hún þarf að læra hverju hún þarf að bjarga getur ekki bjarga öllum, bara einhverju veinu. Já, einmitt þannig að veist, ég sé jákvætt í þessu líka samt. Okay, það jákvæð er að þú veist, Gal Gadot stendur sig mjög vel og hún er flott hasarhetja og þetta er flott hasarhetja fyrir stelpur sérstaklega og sérstaklega stelpur sem eru að bíða eftir svona einhverju ædoli til að líta upp til en þess að strákar hafa nóg að þeim þú veist, ef að stelpur þú veist, hafa ekki einhverja kallkens svona ædol til að líta upp til þú veist, skiptir engum máli hvort það er en svona sem það er þetta mjög jákvætt og gott en myndin sem slík finnst mér bara ekki nógu góð. Ég vil bara þau spenda á það dálítið. Við erum dálítið að dansa í kringum dálítið touchy subject, svona sérstaklega nú til dags. Svo það er dálítið erfiðara en venjulega að tækla mynd vegna þess svona, vegna kringumstæðanna. En við viljum eiginlega bara horfa á þetta sem kvikmynd. Einmitt. Vegna þess að við erum kvikmyndanördar, við elskum kvikmyndir og við viljum bara, þú veist, dekonstrukta hvað gerir góða kvikmynd og hvað gerir slæma kvikmynd og þetta var ekkert það góð mynd, hún hefði getað verið betri. Einmitt. Og ég meina, ég held að, þú veist, við getum allir verið sammála þegar við segjum, auðvitað höfðum við viljað að þetta væri mjög góð mynd miðað við þessar staðreyndir sem við týndum til áðan með leikstjórana, leikonuna og þú veist, og allt það. En bara hún einhvern veginn, við erum með háa standarda, við ætlum að leyfa okkur að vera með háar kröfur, alveg sama hvort að þetta er mynd leikstýra konu eða ekki, skilja, það skiptir engum máli, við erum alltaf með jafn háar kröfur. Eða alltaf ekki að mynda Wonder Woman, sem allir voru bara að bíða eftir, allir DC-aðdóndar voru bara að bíða eftir. En ég skal þó gera það vel, annars átti þetta að fá marga aðdóndar sem er bara þess, með brostin hjörtu, bara þess, Zack Snyder, ég er að tala um þig. Hættu þessu! Þú veist, já, og þú veist, það er komin smá skuggi. Það er komin skuggi af mér af því að þú erum að tala um Zack Snyder. En það sem ég ætla að segja er að, en miðað við viðtökurnar og móttökurnar sem þessi mynd er að fá, þá er hún alveg, sko, hún er nógu góð. Hún er ekki frábær, en hún er nógu góð og hún er ekki eins og Batman vs Superman eða Suicide Squad eða Man of Steel segja margir að sé svona besta myndin hingað til. Bestu tónlistina. Og eitt líka með þessa mynd, sorry ef ég ekki fram fyrir einhverjum, en að tónlistin bjargar henni rosa mikið. Ég tek þann eftir því að ég hugsa stöðum því að horfa á þetta, vá, nú skil ég okkur margir svona einhvern veginn falla fyrir þessu. Það er því að tónlistin reddar oft mörgum vandræðalegum augnablikum. Af því að tónlistin er rosa dramatísk og falleg og flott. Þá getur nánast leikstjórar leyft sér hvað sem er. Eins og til þess bara hafa Wonder Woman bara horfandi út í fjarska bara af engri ástæðu bara vera dífa, þú veist. Og við erum orðin bara mjög sinister núna. Við erum, djöfulli. Það er eitthvað leinipökking okkur hérna. Eitthvað skuggalegu bíl. Karl Römbur. Jæks. Ok, allavega, sko, besta mynd ársins. Nei, ok. Hérna. Hún er allavega betri en Pirates of the Caribbean 5 fyrir minn spekk. Það er alveg eitthvað gott. Ég held að við erum hvað sem að fara hjá þá mynd. Ég hef ekki búin að horfa á síðustu 2 myndirnar heldur. Bara gott. Erum við með hérna stjörnukerfið eða erum við með... Nei, ég heldum hvort við mælum með að fara á hann í bíó eða ekki. Ok, bara svo einfalt og ömurlegt bara. Ég held að ef þú ert nógu forvitin, farðu á hana og þú getur svona dæmt Ef þú ert myndasögu áhuga manneskja þá
þá bara potið, sko. Þú áttast að fara á þessa mynd, Já. hvað sem er, þú veist. En ef þetta er svona, þessi típiski svona, bara einhvers konar manneskja sem fer í bíó kannski einu sinni í mánuði eða jafnvel tvisvar á ári. Origin-myndir ekki voðalega svona velkomandi fyrir, þú veist, fólk bara út af götunni, eða þú veist. Umræningar, Já, þetta var vel einskilur ekki það sem ég að segja. Nei, þetta er bara svona, þau ekki mjög aðgengileg fyrir, þú veist, fólk sem kann ekki, þú veist, veit ekki neitt svona originar, þú veist, karakterana. Nei, en þessi mynd reynir sem sitt besta að útskýra persónuna, hvaðan hún kemur, persónan til og... Hún bjóst líka við því að maður var búinn að sjá Batman vs. Superman og það er Wonder Woman kemur fyrst fram í þeirri mynd. Já. Svo, þú veist, þetta er tilhörin DC til að búa til einhvers konar heim, svona tengjafindlu myndana, upprennandi að svona Justice League myndana. Það er vinsælt í dag, það ekki? Jú. Já, ég meina, já. Þetta er alveg seint í rasan gripið út af því að Marvel var nú þegar komið með heljarna fórskot, en það er orðið svo leiðilegt að tala svo orðutímyndir, ég vil bara að segja það. Það er út allt, það hætti ekki. Orðið til alltaf. Markaðurinn er orðið svona gegnum sýrður af svona world building, svona franchisum og... Já, búa til heima og... Það er engar myndir sem er, þú veist, upprunlega lengur, þetta er allt byggt af einhverju efnum sem nú þegar til. Og við þurfum að skila okkur í sólinni. Já, The Mummy! Já, einmitt. What the fuck? Það í daginn. En já, allt er á niðurleiðinni. Alltaf alveg fjandans. Til að afsaka myndina, leikstjórinn Patty Jenkins, hún hefur ekki leikstýrt Möndalögum. Nei, leikstýrt Hún hefur ekki leikstýrt... Möndlum. Hún hefur ekki leikstýrt Möndlum. Hún hefur ekki leikstýrt mörgum myndum í fullri lengd. Já. Og þetta er... Ég þór ekki að fullira það, en mér sýndist á track recordinnar þetta er önnur myndin hennar í fullri lengd og eftir Monster. Og Monster er enda mjög góð mynd, ég mæli með henni bæði, bara, þú veist, henni mynd það sem að einmitt Connery aðalhlutverki og Charlize Theron umbreytist þar basically bara í serial killer sem var til sem hét Eileen Wuornos, en náttúrulega það er annar leikur, en þessi, þannig að, þú veist, svona til að afsaka aðeins, þá er þetta fyrsta tilraun Patty Jenkins til að leikstýra stórri mynd, hún er með yfir 100 milljónir Þetta er ekki auðvelt starf. Þetta er ekki auðvelt starf. Þannig að miðað við það, jú, þú veist, hún stendur sér svona alveg, hún virðist að ná góðu sambandi við Gal Gadot og þannig að Chris Pine leikarana. Þannig að, þú veist, hún má alveg fá hrós fyrir það, en svona, ég veit ekki hvort að stúdíón er að skipta sér mikið eða hvort að... Eða hvort að segja einhver ákveðin manneskja sem að er með DC heiminn í höfðartaki. Zack Snyder tengdist þessu, það er svolítið lögst að segja. En já, hérna samúðarkveður til fjölskyldans verðan vagna alls þess. Já, ég meina, þú veist, þó að maður getur talað allt hann, en þú veist, við erum öll mennska undan, þannig að bara þetta við samhryggist honum með það og allt, en... Já, hún að gleyma því. Ég er svona vona að vera plott tvist að út af þessu dauðsfalli að þá mun hann svona rísa upp og gera góða Justice League mynd, svona muni hugsa sig með eitthvað, ég veit það ekki. Ég held að málið er að hann ætti ekki verið í leikstjórasætinu. Ég held að það sé dálítið svona svipað með George Lucas. Hann er svona hugmyndagurinn, en hann er ekki leikstjóri. Eins og þetta er mynd sem er story by Zack Snyder. Já, það kannski útskýrur. Og hann og konun hans eru framleiðendur, svona executive producers af myndina. Já. Bara... Þetta er orðið dálítið af svona klúðri finnst manni, en hvað maður að gera? Vélinn er þú nú þegar, þú veist, farin eitthvað svona kvikmyndavélinn hjá DC, þú veist, hvað getur það gert að stoppa hana? Það hætti að fara á svo myndir, það er kannski ein lausn, en ég meina... Það munu allir fara á Batman. Það munu allir! Já, þannig að þú veist... Þetta er bara einhvern veginn, þetta er svona vörumerki sem að neyða þig til að fara á Star Wars mynd, ok, við verðum að fara á þetta, Spider-Man mynd, við verðum að fara, Batman mynd, við verðum að fara, bara svona... Þú einhvern veginn, þetta er óumflýjandi. Titanic 3, við verðum að fara! 3, það er nú þegar kom 2! Jakob Ríða. Alltaf langa myndir að koma. En ég veit ekki. Bara, við þú veist, þessi mynd er bara meh. Og ef þið viljið horfa á meh mynd, þá gjöru þessu vel, þú veist. Já, ef þið viljið kasta popcorni framan í ykkur og södra smá gósa, þá var þetta alveg fullkomið aðþreying. Já, það er kannski hefist af okkur og þetta er aldrei svona...
þegar bíóupplifunin hefur ekki farið vel með okkur. Nei, þetta er bara Ég held að þetta sé bara svona Já. menningin í dag. Já. Svona í Íslandi í dag. Allt á niðurleið! Já. Nei, mann er þyrsti í svona einhverja upprunalega mynd, eitthvað svona nýtt. Já, Kannski verður ekkert langt í það, ég meina... eitthvað sem er ekki órydd í mynd eða endurgerð. Eða Transformers, eitthvað þannig. Eitthvað þannig. Það er bíll að leggja við liðina á okkur og... Já. Hann ákveður að fara í burtu. Nei, hann ætla að laga sig. Ok. Já, það er spurning hvort við þurfum að slúta þessu bara, eða hvað. Eða viljið þið tala meira? Það er Nei, ég held að við sem Við getum svona farið röðina hvort við mælum með að fara hann í bíó eða ekki. Já, það var kannski, já. Ég persónulega, Já, þú veist, seinni helmingurinn er alveg þess virði en það er mjög bíllegt að komast í gegnum fyrirliða. Hún er alveg löng að byrja en ég meina, þú veist, hún er ekki allslæm. Nei. Knútur, myndið þú? Já. Hún er ágæt, maður, hún er ágæt. Já, þetta er svona... Það er alltaf munur samt, það er svolítið munur á því sem við erum að segja, þess að við erum búin að horfa á mjög marga myndir og við setjum ákveðna standarda, þú veist, þannig að ég veit að svona almennir bíógestir hugsa kannski, þeir greina ekki hvern einasta ramma þeir eru að horfa á bíómynd. Við gerum það ekki heldur, Ok, ég ger það Þannig að, og þú veist, þú er ekki að stúdera leikinn hjá leikurunum og eitthvað svona, þannig að svona, having said that, þá, þú veist, jú, ég meina, þið getur alveg kíkt á hana, þú veist. Þetta er frjálsland. Já. En já, svo við höfum ekki gert bíóbíl í langan tíma, ég held í hvað? Ég veit það ekki. 10 ár! En hluta því er líka út því það er ekki búin að koma ný mynd í bíó, þetta er bara sama myndin alltaf í bíó. Það er alltaf sama myndin. Eina sem eru endurgerðir, það eru lélegar grímyndir og það eru óryggir myndir. Já, bíóbílinn er ennþá svona rykkur og þurr, Já. eins og hann hefur verið, þannig að... Ég meina, já, við ákvæmum ekki heldur gamans. Ég veit ekki hvort við gefum fleiri þætti, en Kannski það kemur ykkur góð mynd. kannski, Sjáumst eftir 3 ár! ég sástu þetta enn 2 ár. Kannski gefum annan bíóbíl eftir 2 ár þegar Star Wars 18 kemur út. Já, vá. Byrju, já, ok. Ef að David Lynch leikstýri mynd og þá með ég búast til bíóbíl, ef að... Já, kannski beðum við að, þú veist, gagnrýna þætti og þættur hann er betur en kvikmyndur núna. Það er bara þannig. Sjónvarpsþættir en netþættir hafa tekið yfir. Já, við erum búin að taka við markanum. En já, ég held að við bara kveðum ykkur frá Egilshöllinni. Wonder Woman er ekkert svo wonderful, hún er bara allt í lagi. Það er svona eitthvað lokaorð, ég veit það ekki. Já, mjög gott. Eins og ég sagði í byrjun, þetta er undraverð kona sem gerir undraverða hluti en mest þó undarlega hluti. Já, við viljum bara þakka fyrir áhugað og bara sjáumst kannski síðar. Sjáumst kannski! Kannski! Kannski síðar. Já!